Já, góðan daginn. Nú voru loksins komið tæknimálinni í lag og það komið tímamót á fyrirlestri. Það eru berklulæknar sem eru mættir hér og það er Elísabet Björgvinsdóttir sem ætlar að tala áhættuminnkun fyrir gervisaðgerðir. Gjörðu svo vel. Yes. Góðan daginn. Ég á svo góðan sefa sem að fór með þetta verkefni á fyrstu viku í vinnu. Mjög þakklátt. En ég ætla að tala í dag áhættuminnkun fyrir gervisaðgerðir. Ég ætla aðeins að fjalla sjálfa mig. Svona? Það kemur ekki upp. Á litlu bara upp á þess. Svona, já. Já, ég sem sagt fædd og uppalin í Reykjavík. Bjó lengst af í Breiðholti sem útskýrir kannski ýmislegt í mínu fasi. Ég er yngst 4 systkina og ég er ekki læknabarn. Pabbi minn er bara venjuleg vélstjóri og mamma mín var sem dagmamma í sirka 30 ár. En ég fór þessa hefðbundnu leið MR-HÍ og endaði svo á bæklunardeildina á Landspítalanum og vann þar 2010 til 2011 og fór síðan í sérnám í bæklunarskólanum til Vestróss í Svíþjóð og hef búið þar síðan 2011. Sérnámið mitt dróst örlítið á langinn og ástæðan fyrir því er þessi börn sem ég ákvað að eignast. En ég náði nú að klára 2018, fékk það sérfræðiréttindin og eftir það þá fór ég að vinna á prótesuteyminu í Vestróss og var þar til 2020 á mjög furðulegum COVID-tímum þar sem lítið var skorið og allt var mjög erfitt. En síðan ákvað ég að færa mig þessu set og fór yfir á næsta sjúkrahús sem lá 40 mínútur í burtu og er í Enköping sem tilheyrir Uppsala háskólasjúkrahúsinu. Nema þegar ég réð mig þangað að þá var ég eiginlega búin að ákveða það að koma í viðtal hingað og þannig ég stoppaði bara stutt þar í einhverja nokkra mánuði áður en ég kom heim. En Vestróss, þið sjáið sjúkrahúsi hérna, þetta er svipað upptökusvæði og Landspítalinn, cirka 250 til 300 manna svæði sem að þessi spítali annaði og er eiginlega pródúksjónsklíník, mikið skorið, mikið sláturhús. Það ætla ég að fara aðeins yfir starfsemina hérna hjá okkur á SAG. Við erum 5 fastráðnir sérfræðingar sem erum í gervisaðgerðum og svo erum við með einn ofur sérnámslækni, hana Brynju. Svo fáum við þungavíktamenn frá bæði Noregi og Svíþjóð og þarna sjáum við hvað við gerum við þá þegar þeir mæta í vinnu. Þá leggjast þeir upp í sófa með ungbarnasæng í fósturstellingunni og sjúga sér puttanum. En það sem að við sjáum fram á næsta ári er að við erum að fara að auka pródúksjónina og fyrirhugaðar eru 550 til 600 aðgerðir á næsta ári sem er töluverð aukning og þetta náttúrulega þýðir að álagið eykst. Það eru fleiri göngudeildar komur sem við þurfum að sinna, allavega 1500 á ári. Og til þess að gera ferli allt skilvirkara að því sjúklingaflæði er að aukast, við sjáum það alls staðar í heiminum að þörfin fyrir liðskiptaaðgerðum er að aukast, að þá verðum við kannski aðeins að hugsa umgjörðina í kringum allt ferlið. Og við þurfum að optimera sjúklingaflæði sjúklingana og það er það sem ég ætla að fjalla í dag til þess að spara tíma, minnka komplikasjónir og nýta peningana sem best.
En svo komplikasjón sem ég ætla að tala sem náttúrulega dýrust og erfiðust fyrir sjúklingana eru sýkingar. En sem ég ætla að tala í dag hvernig við getum gert hlutina betri, effektífari og öruggari. Og það var þannig að það var stofnaður vinnuhópur í Svíþjóð sem var fengið til að útbúa gæðaskjal með því að reyna að takmarka gervilegasýkingar. Flesta prótesúklíníkarnar innan opinbera geirans sem gerðu hné- og mjaðma prótesúsvíð og tóku þátt í verkefninu árinu 2009-13. Og þetta verkefni fól í sér mikla sjálfkritík og úttekt á vinnustöðunum og síðan var komið upp á stálkur betrumbætur. Og síðan kemur sem sagt ósk frá bæklunarlæknum að útbúið yrði ákveðið gæðaskjal besta praxis. Sem sagt svona leiðbeinandi skjal til þess að reyna í sem sagt baráttunni við sýkingarnar. Og þá var sem sagt þessi stýrihópur sem fékk 4 hópa af sérfræðingum sem var til þess að fara yfir literatúrinn þannig að það sé einhver evidens á bakvið það sem að þeirri skýrslunni, ekki bara já, yfirlæknir segir að þetta hefur alltaf verið gert svona og svona eigum við að gera. Og þessi skýrsla alltaf í endurskoðun, hún kom út fyrst 2013 og næsta endurskoðun núna á næsta ári. Og markmiðið að minnka sýkingar í elektífri próteskirurgíu. Samantektin og tilmálin fara í raun yfir hvenær eigum við að hugsa okkur 2 svar, jafnvel 3 svar að skera sjúkling og hvenær á ekki að skera sjúkling með tilliti til sýkingarhættu. Og einnig farið yfir hvað við getum gert til þess að minnka þessa áhættu og enn og aftur að optimera sjúklingin fyrir aðgerð. Ég bara fann ekkert betra íslenskt orð yfir að optimera, þannig að þið fyrirgefið það. En ég myndi eiginlega segja að fara í sérnám að það í raun og veru rosalega stór hluti af því að læra að hvernig á að skera og hvernig á ekki að skera. Svo náttúrulega hitt að halda í hnífinn, en það mjög stór hluti af því að læra að verða bæklunarlæknir þegar maður á að ekki skera sjúklinga. Þannig að þessi samantekt fer yfir þessa punkta sem ég ætla að fjalla hans nánar Það sem absolutt frábending við að setja gervilið í fólk ef fólk með aktífa liðsýkingu, septískan artrít. Það náttúrulega vita það allir, örugglega bæði í Svíþjóð og á Íslandi og víðar að það ekki gert, en það kannski ekki alls staðar þannig í heiminum. En það sem sagt mikil áhætta að setja prótesi inn í sýktan lið. Það ekki í skýrslunni gefið upp neitt ákveðinn tími hversu lengi maður þarf að bíða með yfirstaðna sýkingu, en það náttúrulega hægt að taka liðvökva, rækta, taka bíópsíur til þess að hjálpa sér í því, en oft þetta, já, eins og ég segi, ég veit ekki alveg hver standardið en það var allavega ár sem þurfti að bíða. En eins og ég segi, þekki ekki alveg ferlið heima. Sýking í öðrum líkamshlutum felur einnig í sér áhættu. Einnig ef sjúklingur hefur áður verið með sýktan gervilið og vanmeðhöndluð eksem, sár eða grunnar húðsýkingar og aðgerðasvæði, það frábending. Og þeir vilja meina það að ef maður með til dæmis sýkingu í tám á hinum fætunum að það sé einnig frábending, að maður megi helst ekki skera þegar einhver sýking í gangi, sem nú frekar lógist. Það var nú alltaf svolítið umræðan það hvort að ég stigsa þvag svona til þess að athuga hvort það sé eitthvað í gangi, sem sagt ómeðhöndluð þvagfærasýking án einkenna og það þarf ekki. Þannig að þvagscreening þarf ekki að gera og meðhöndlun á asymptomatískri bakteríu getur náttúrulega bara leitt til resistans, það þarf ekki að meðhöndla það með sýklalyfjum.
Svo það sem sagt ASA-flokkunin sem skiptir máli. Þannig að sjúklingar með ASA-flokkun 3 og yfir, það áhættuþáttur. Og grunnsjúkdómar sjúklinganna þeir ættu sem sagt að optimerast og þá fyrir aðgerð. Og fleiri rannsóknir sýna aukna áhættu á sem sagt póst- og fylgikvillum, þar með talið sýkingar og öðru hjá fólki sem veikar í grunninn. En hérna það þannig að svæfingalæknirinn, hann fer yfir allar skrár sem sjúklingarnir og skurðlæknarnir fylla út og líka ambulanta. Þetta gerist stuttu eftir að skurðlæknirinn hefur hitt sjúklinginn á göngudeildinni og ákveður að gera aðgerð og allir ASA-3 sjúklingar fara í viðtal hjá svæfingalækni en þess aðalega þá tengt ambulantunum og þá stundum bara símtöl eða svæfingalæknir metur bara staðnum. En öllum sjúklingum búið að hitta einhvern frá svæfingunni in person ef að þessi óskað. Og annar stór bófi í þessari umræðu sykursýkin. Það vel þekktur og sterkur áhættuþáttur fyrir sýkingum í gervileiðum og það var ekki munur gerður á insúlínháðri sykursýki versus töflur. Þannig að blóðsykurinn yfir 10 og langtímasykurinn sem yfir 64, það 53-64 stendur í litratúrnum ætti að optimerast. Því það 7 sinnum aukin áhætta á sýkingu innan árs frá aðgerð ef að þú með ókontrolleraða sykursýki og það gervileið. En það vantar evidens fyrir því hver þröskuldurinn á að vera, en það var svona konsensus að svona viss efasemdir að bjóða sjúklingum með fastandi blóðsykur yfir 10 og langtíma blóðsykur yfir 7,5%. En það sem sagt þörf á frekari rannsóknum hvar þetta cutting point á að vera. Blóðgjöf. Það að hafa lágt hemoglóbín óháður áhættuþáttur. Það mismunandi milli konu og karla. Sjúklingar sem voru með anemíu voru með hærri tíðni á sýkingum versus þá sem voru ekki anemískir. Og vandamálið náttúrulega það að þetta eru stórar aðgerðir og þörfin á blóðgjöf frá 20–50% en það náttúrulega kannski mismunandi eftir klínikum. Og það sem svolítið furðulegt í þessu, það ekki alveg á hreinu hvort það sé anemían per se sem áhættuþáttur eða blóðgjöfin sjálf sem veldur því að sjúklingarnir í hærri áhættu fyrir sára- og prótínsýkingum. Þannig enn og aftur þá þarf að optimera sjúklinginn, minnka blæðingu og það var mikil framför þegar við fórum að nota tranexamsýru. Það minnkaði blæðingar töluvert intraoperatíft og svo náttúrulega krafa að blóðstilli vel og gera allt til þess að blæðingi verði sem minnst svo sjúklingur þurfi ekki á blóðgjöf að halda og líka bara medísínskt rétt. Póstoppa þá þurfum við náttúrulega aðeins að huga því að blóðgjöf ekkert hættulaus per se. Þannig að við verðum að velja réttu sjúklingana fyrir hver á að fá blóð og þá helst ef þú ert með aldraða hjartasjúka þá höfum við náttúrulega lægri þröskuld heldur en þú ert ungur og hraustur. En þarna enn og aftur það mikilvægt að optimera sjúklinginn og það hægt að gera það líka preoperatíft og þá ætti það að gerast á heilsugæslu með meðhöndlun með vítamínum og járni og fólinsýru og það sem við lentum náttúrulega svolítið í úti og hefur náttúrulega líka verið hér með fólk sem vill ekki blóðgjöf eða getur ekki fengið blóðgjöf að þá vorum við að optimera þá sjúklingum með að gefa þeim eryþrópóítín preoperatíft eða þeir voru anemisti fyrir. En það þarf sem sagt aðeins frekari rannsóknir á þessu sviði en
maður þarf alltaf að hafa aðeins bak við eyrað að gefa nú bara 2 einingar af blóði, að það kannski ekki alveg optimalt alltaf. Það var aðeins að sjá sjúklinginn og hvers slags individ þetta sem að er að ræða. Ónæmismæling, það áhættuþáttur og það sem fellur inn í þennan flokk það eru liðagiktarsjúklingarnir, fólk á ónæmismælandi lyfjum, lifrarbilaðir, fólk með malignitet, Hep C, HIV og krónískur nýrnasjúkdómur. Þetta allt saman sterkir áhættuþættir fyrir sýkingum og enn og aftur það þarf að optimera sjúklinginn. Það alltaf mismunandi skoðanir á útsetningu ónæmismælandi lyfja og við náttúrulega höfum ofta samband við reumatológana með það, en það var gerð það í sænska gigtlæknafélagið með ágætis leiðarvísi útsetningu á þessum biológísku lyfjum og það svona aðalega að þú þarft ekkert að setja út metotrexat og önnur lyf fyrir eða eftir aðgerð, þannig að það ágætt að hafa einhvern leiðarvísi með það. Það var mikið samband milli þess að fá aukna sýkingu og að það fengið sterasprautu í liðinn síðustu 3 mánuði fyrir aðgerð. Þannig það frábending. Við setjum ekki gervilyf í fólk sem nýbúið að fá sterasprautu. Og það sem líka ef þú ert með nýrnabilum á lokastigi að það 200% aukin áhætta fyrir gervilega sýkingu. Svo ein heit kartafla, mikilvæg heit kartafla, að það ofþyngd og vannæring. Skýrslan fór vel yfir það að sjúklingar með BMI yfir 40 að þeir ættu að fá aðstoð við að léttast fyrir aðgerð og sjúklingar með BMI undir 18,5 ættu að fá næringaraðgerð því að það 3 sinna hærri hætta á sárasýkingum og áhættan X með hærri BMI-stöðli. Það sem sagt oft vesen með gróandan á skurðsárinu, þau leka og þar af leiðandi aukin hætta á djúpum sýkingum. Svo alls konar rannsóknir búið að gera og það mismunandi tölur, sumir sjá strax aukningu við BMI yfir 35, aðra við BMI yfir 40, en hópur mata að sjúklingar með BMI yfir 40 ættu aðeins að gangast undir liðskipti í undantekningartilfellum. En fólk með hátt BMI getur líka verið vanvært. Þannig að hypoalbúminía gæti verið mikilvægur áhættuþáttur en sjálf yfirþyngdin. Og það var einhver amerísk stúdía sem sýndi að 43% sjúklingum með BMI yfir 30 voru í raun vanværir, sem mann finnst nú svolítið ótrúlegt. En sem sagt það vantar evidens líka fyrir preoperatífu þyngdartapi, sem sagt að maður segir fólk verður að léttast, annars það ekki aðgerð. Það vantar evidens fyrir því að það sé í raun og veru að það valdi minnkun á sýkingartíðni. En skýrslan segir það ætti að ráðleggja fólki að léttast fyrir aðgerð. En það vantar sem sagt evidens með þetta. Úti fannst manni svolítið svona gróft að segja við fólk í yfirþyngd, talaði kirurgan og farði í gastric bypass, talaði svo mig. En það kom fyrir að fólk þurfti að fara í gastric bypass til þess að fá mjög sitt. En eins og segi, það mismunandi eftir klíningum hversu harður maður Reykingar, alkóhól, eiturlyf, stórir áhættuþættir. Það á að gera reykstopp fyrir og eftir aðgerð. Fólk þarf kannski aðstoð með það. Það aukin tíðni á enduraðgerðum og sársýkingum upp til 30–50% aukning. Og skýrslan segir að það eigi að hægt að reykja 4 til 8 vikur fyrir og eftir aðgerð. Því að reykingar hafa áhrif á gróandann, það verða blóðflæði og það sýnir sig að við hverja viku sem hægt að reykja þá minnkar tíðnin ca. 17%. Þannig að þetta alveg rosalega mikilvægt að sjúklingarnir átti sig á þessu.
Svo var það með áfengið. Við sáu aukningu að fólk var að drekka cirka 2 glös á dag og þá var aukin sýkingatíðni. Þannig að hægt að reykja, hægt að drekka, ekkert stuð fyrir aðgerð. Tannstatus. Ef þú sérð einhvern á móttökunni sem er svona útilítandi að þá væri hann kannski ráð að benda þeim á tannlækna Akureyrar. En það er aðallega upp á blóðborna sýkingarhættu. Þannig að senda beiðni á tannlækni preoperatíft til þess að fyrirbyggja það. En það er aðallega góð tannheilsa sem er mikilvæg. En að nota tannþráð. Það er mikilvæg heldur en að vera að setja inn sýklalyf í hverju tanntöku og þannig. Það er eiginlega hægt með þráðpraxis. Svo varðandi þvottinn eða hýbiskúpið. Postoperatífa sýkingar eru oftast orsakaðar núna af húðbakteríum. Ventilasjónin á skurðstofunum er orðin það góð að húðbakteríurnar eru aðalega bófin í þessu samhengi. 24–41% fullorðna bera methicillin sensitívan Staph aureus í nefun á sér. Það eru ofta karlar en konur. En þetta er bara til staðar í okkar venjulegri húðflóru. Og svo er það náttúrulega verri útgáfan MRSA, en það er ekkert stórt vandamál á Íslandi. Það er náttúrulega varierar milli 0–7% og er mikill munur milli landa. En á sömu stöðum var notað múpírosín, þar sem fólk var látið smyrja því í nefið á sér, en það er eiginlega afbragð vegna resistensdrónar. En það hefur sýnt sig að preoperatív þvottur minnkar magn húðbaktería og þá er talað minnst tvær umferðir alla líkamann með klórhexidínsápu. Og eftir aðgerðina þá er venjuleg húðflóra komin á cirka 7–10 dögum. Þetta er ennþá verið að ræða þetta, hvort þetta þurfi, hvort þetta sé raun og veru ekki bara slæmt af því að það er gott fyrir okkur að hafa bakteríuflóruna sem sjúklingurinn er vanur að hafa í staðinn fyrir að koma með vonda bakteríur sem eru hérna innandyra. En enn sem komið er að þá eru þetta ráðleggingarnar, minnst 2 þvottar. Svo ætla ég aðeins að fjalla hvað við getum gert svona út í feltinu til þess að gera þetta allt skilvirkara og betra og öruggara. Það sem að Svíarnir ráðleggja er að allir sjúklingar eiga að hafa hitt sjúkraþjálfara eða farið þennan artrósskúla sem er í raun og veru fyrsta meðhöndlun við slíkt og sjúklingarnir eru fljótar að ná sér eftir aðgerð. Standardiseruð tilvísun er eitthvað sem að ætti og þessi hópur ráðleggur að setja staðar. Það er í vinnslu hjá okkur. Það felur sér í raun og veru í sér að sjúklingurinn er optimeraður áður en tilvísun er send. Þannig að upplýsingar reykingar, BMI, blóðþrýsting, almenna heilsu og að sjúklingurinn sé búinn að fara í sjúkraþjálfun og reyna að það sé búið að skoða það. Hjarta, lungu, nýru í sína bestu standi og klínísk skoðun og að það séu röntgenmyndir til staðar þegar að tilvísunin sem að náttúrulega staðfestir slit og að rétt myndataka sé gerð. Venjuleg röntgen er bara standard rannsókn, ekki segulómun, ekki sneiðmynd, röntgen, venjulegt, ódýrt, gott röntgen. Og svo er líka allt til að vita það hvort sjúklingurinn vilji fara í aðgerð, því að það er oft sem bara, nei, er ég komin hingað, ég hef engan áhuga að fara í aðgerð. Þá fellur það náttúrulega sjálft sig. En vissulega finnast undantekningar á öllu upp á það hvernig maður þarf að hitta. Það er líka talað að með andlega heilsu fólks að huga að því að fólk sem er þunglynt og kvíðið, það skorar verr á subjektífri upplifun eftir aðgerð og að við þurfum að vera með svona sjúklingamiðakerfi. Einnig segja þeir að
innskriftamóttaka ætti að vera til staðar og við höfum það hér. Ég var ekki með það úti. Það þarf að huga sem sagt, sjúklingnum í heild, hvernig aðstæðurnar eru heima, eftir aðgerð með tilliti til hjálpartækja, heimahjúkrunar og fleira. Og svo sýnir það sig að sjúklingar sem hafa verið á sterkum verkjalyfjum, ópíóíðum, þeir svara verkjastillingu og eru með meiri verki eftir gervilegskipti heldur en þeir sem eru að taka þetta standard Cardaps og NSAID meðal. Þannig að það er alltaf meira vesen þegar fólk er búið að vera lengi á Targin eða Tratolan. Það er alltaf munur á því. Heilsufarsupplýsingablað er eitthvað sem maður talaði í skýrslunni og það er það sem við erum komið með á koppinn. Við erum búin að koma þessu á núna í haust. Þannig að sjúklingurinn fær þetta plagg sent heim til sín bæði í pósti eða í gegnum heilsuveru og þetta er spurningalisti sem við viljum að sé svara fyrir fyrstu komu á göngudeildina. Af því að það sem ég hefur fundið svolítið sérstakt að þegar maður hittir sjúklingur á göngudeild og maður spyr, já, ertu hraustur? Já, ég er rosalega hraustur. Ertu að taka eitthvað meðal? Já, ég er á svona 100 meðalum. Að vinnan við það er kannski óþörf akkurat á þessum tímapunkti en að sjúklingur sé búinn að vera heima í ró og næði og fylla út þennan lista. Þetta er bara auki sjúklingaöryggi með tilliti til lyfjalista og þetta er nauðsynlegt eða nauðsynlegt við höfum komist af án þess en þetta á eftir að koma vel út. Ég er alveg fullviss um það. Spurningarna sem eru á lista þær sjást kannski svolítið illa en þetta er svona eiginlega svipað og það er á aðgerðaskránni en svona aðeins auka hvenær þessi síðast sterasprautu og þannig ásamt upplýsingum aðstandendur og ýmislegt annað. Og síðan að sjúklingurinn sé þátttakandi í þessu bataferli að hann fái sem sagt upplýsingar sem eru sendar heim og nú er það líka byrjað að þeir fá plagg að á meðan að fólk er að bíða eftir aðgerð að það hugi að því, þú þarft að hætta að reykja, þú þarft að huga næringunni, vítamín, þetta með sterasprauturnar. Þetta er sem sagt fyrsta, það er ekkert langt síðan að þetta var tekið á koppinn en við þurfum kannski að setja inn aðeins meiri hræðslu áræður í þennan snepil. En þannig að upplýsingaflæði til sjúklingsins það er mikilvægt. Og líka bara að fá fólk aðeins til þess að bera ábyrgð á sér. Mér finnst það svona svolítið sér íslenskt að bara, getur ekki bara lesið þetta í tölvunni? Það stendur allt þarna. Að reyna svona aðeins að ala upp þjóðina. Nú, framtíðin, það sem er náttúrulega, það sem við viljum, að sjúklingarnir komi til okkar í mat, í góðu formi, lyfjalistarnir í lagi, öll uppvinnsla, sjúkraþjálfunin, allt klárt. Við höfum verið að ræða að við getum byrjað á að fjarrinnrita fólk, en það sem er mikilvægt í þessu öllu er að við þurfum að eiga góða samvinnu við heilsugæsluna, að mikið af þessari vinnu þarf að fara fram þar. Það er náttúrulega heimilslæknir sem þekkja sjúklingana best. Það eru þeir sem hafa stjórna lyfjameðferðinni þeirra með hálfþrýstislyfin, sykursýkislyfin. Þannig að þessi vinna þarf að fara fram þar áður en að tilvísunin kemur til okkar. Þetta veldur því að það verða minni fylgikvillar og ánægðari sjúklingar og ortopedar. Þetta mun spara pening og svona framtíðin er að við verðum með app fyrir sjúklingana og það er í þróun. Já, þetta er það sem ég hafði að segja. Takk fyrir. Sjá aðeins. Er einhverjar spurningar úr sal? Fyrst.
Það er svo mikið að Hvað mest. með hérna akne? Er oftast að með hérna það fyrir aðgerðum? Nei, akne í andliti. Nei, það er akne á baki. Nei, það var aðalega að tala áhættan upp á aðgerðasvæðið, en ég veit ekki, svo þegar þeir eru að segja að maður eigi að athuga H-status, þá Það er óljóst sem sagt. það er óljóst. Ég veit það ekki. Við hljótum að geta fundið eitthvað um það. Sko, eru einhverja spurningar á fjarstöddum? Ég sá að Guðmundur Otti var hérna með hendina, hættur við, eða, já, ætla að sjá hvort það virki hjá okkur. Heyrir í okkur, Guðmundur. Sjá hvort við heyrum í þér, það er annað. Það virðist náttúrulega ekki virka fyrir það. Við heyrum ekkert. Því miður Guðmundur, við heyrum ekki í þér hérna. Við getum prófað hérna næsta, hvort það virkar. Hringið bara. Harpa, þú ert með mikrofónin á mute. Við sjá, það prófa þetta. Nei, við heyrum greinilega ekkert því miður, þannig að við verðum. Því miður getum við ekki tekið spurningar frá fjarstöddum. En fleiri spurningur á sal. Ólafur, ég sé þú ert með brennandi spurningu. Hvað er þetta pening? Allt þetta sem við erum að leggja til. Ég bara við minnku sýkingar. Finnst þér eins og við að spara pening? Hvað kostar einn sýking? Milljón á kostnað. Já, ég skil það, en hvað myndi spara maður? Milljarða. Já. Ég man ekki síðast að sé rannsóknir sem sýna sko einhverja svona number needed to treat tölur sem að segja, þú veist, hvaðan er það að spara margar sýkingar á ári. Ég er ekki viss að það var ekki til þess að sé svoleiðis rannsókn, sko. Þannig að það geti fengið krónutölu út úr því, það held ég ekki. En það er til stúdíur sem segja, þú veist, hvað ein sýking kostar. Já. Það er að hafa upphæð, sko. Já. Og það tölur sig kannski ekki algjörlega yfirfæranlegar á Íslandi, því það kostar það sama hér og kostar í Ameríku, sko. En sjálfsagt dýrar í Ameríku sem allt kostar svo mikið, sko, en sýkingar eru gríðarlega dýrar. Já. En leiðir til ánægðari sjúklingar? Já. Mér finnst sko, þeir sem hafa svarað þessu pappír sem ég hitt núna, síðustu vikur, þeim finnst þetta bara frábært. Bara já, þetta er sniðugt, já, ég þurfti bara að setja sniður hans að hugsa. Mér hefur fundist að þannig að heilsufarsblaðið, það verður bara að því góða, sko. Við fengum fjárstyrkir í svona sérverkefni að koma þessu blaði á rafrænt form, en hugmyndin er að setja það upp. Þannig að það sé mjög auðvelt að breyta bara hausinn á því. Þannig að þegar er búið að því að við erum svo stöðnuð, þá var hugmyndin að koma þessi gaman fyrst hjá okkur. En hugmyndin er síðan að alla sérgreinar geti nýtt í framhaldinu, því að það er ekki þá skímað fyrir göngudeild hjá kvensjúkdómalæknum, almennkirurgum, þess vegna meti sín líka og vilt og láta fólk finna í þetta áður en það kemur í nýkomu og göngudeild. Og þá ertu með þessar upplýsingar og þá þarft þú ekki ég held að þessum bræði tvöfald á þessu. Þú getur verið effektífur á göngudeildina, þú ekki sitja hann yfirherrsjúklinginn með það og upplýsingar það verður örugglega nákvæmari ef að sjúklingurinn í róanæði tekur þetta saman heima, það er að svara sér í einhver flýti þegar tímapress á göngudeild. Þetta var notað á öllum stöðum á spítalanum úti. Það voru allir með sama blaðið. Heyrðu, ég ætla að láta þetta bara gott heita hérna. Þannig að við þökkum kærlega fyrir.